Komiði sæl og velkomin á þennan 63. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Eru einhver athugasemdir við fundaboð? Svo ekki. Nú mættir hér í dag, það er Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir er fjarverandi og í hennar stað situr Guðrún Sigríður Tryggvadóttir fundinn. Árni Pétur Hilmarsson, Ragnheiður Hólm Sigurðardóttir er fjarverandi og í hennar stað situr fundinn Úlla Árdal og við bjóðum varamenn velkomnar. Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir ritar fundargerð. Og ég sé það fundinn settan og óska eftir að fá að bæta á dagskrá fundarins 2 málum með afbrigðum sem lið númer 1 fundargerð fræðslu og velferðarnefndar sem haldin var 9. september. Eru einhver athugasemdir við það? Svo er ekki. Í öðru lagi þá er óskað eftir að bæta á dagskrá með afbrigðum sem lið númer 14 rekstrar og fagleg úttekt á skólum. Er það samþykkt? Það er samþykkt samhljóða að það veri tekið fyrir sem liður númer 14. Og þá vindum við okkur í dagskrána og fyrsta dagskrá er fundargerð fræðslu og velferðarnefndar frá 9. Þar sem enginn er hér af nefndarmönnum til þess að fara yfir dagskrá fundarins og mun til fara hérna yfir þetta svona á hundavaði. Fyrsti liður á dagskrá hjá fræðslunefnd var samband íslenskra sveitarfélaga samkomulag við ríkið vegna málefna barna með fjölþættan vanda og já, ég ætla aðeins biðja ykkur afsökunar. Þetta eru 14 liðir og það eru liðir númer 3, 4, 5, 8 og 9 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Við ætlum að fresta þeim liðum til næsta fundar. Þannig ég mun ekki þá kynna þá liði hér og er það samþykkt að þeim liðum verði frestað. Það er samþykkt, samhljóða. Þannig að þá förum við beint í lið númer
fyrsti liðurinn sem ég var að byrja á, að fyrir nefndinni lá erindi frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem varðar samkomulagi ríkis og sveitarfélaga ábyrgð á rekstri og kostnaði vegna búsetu barna með fjölþættan vanda sem vistuð eru utan heimilis og fræðslu- og velferðarnefnd lýsir yfir ánægju með að búið sé að ganga frá samningum fyrirkomulagið. Annar liður á dagskrá fyrir fræðslu- og velferðarnefnd liggur ályktun frá aðalfundi SUM samtökum áhrif umhverfis á heilsu og þar þakkar fræðslu- og velferðarnefnd góðar ábendingar og beinir því til sveitarstjórnar að taka gott tillit til áhrifa umhverfis við endurbætur og hönnun nýframkvæmda. Þriðji liður, honum verður frestað, fjórði liður, honum verður einnig frestað og fimmta lið, síðan það sjötti liður, það leikskólastarf, skipulag og undirbúningur skóladagatala, lagðir fyrir nefndina tölvupóstar frá leikskólastjórnendum varðandi fjölda barna í leikskólum á skráningadögum og þar bókar nefndin, fræðslu- og velferðarnefnd leggur til að leikskólar veiti þeim börnum sem skráð á skráningadegi fulla þjónustu hver sem skráður fjöldi kann að vera. Síðan það liður númer 7. Hann varðar tónlistarnám. Fyrir liggur umsókn frá foreldrum nemanda sem nýfluttur í Þingeyjarsveit. Hann hefur stundað nám í trompetleik við tónlistarskóla á Akureyri en hefur ekki tækifæri til þess í tónlistardeild Stórutjarnaskóla. Óskað eftir því að hann fái tækifæri til að halda áfram tónlistarnámi sínu á Akureyri. Bókun nefndarinnar eftirfarandi samkvæmt reglum Þingeyjarsveitar tónlistarnám í öðru sveitarfélagi ekki heimilt að verða við beiðninni. Fræðslu- og velferðarnefnd felur sviðsstjóra að athuga hvort hægt sé að bjóða nemendanum upp á tónlistarnám í annarri tónlistardeild innan Þingeyjarsveitar. Síðan það 8. liður og honum verður frestað til næsta fundar. Ekki 8. lið. Mér gefin hér merki. Bara ætlum að taka hérna örstutt hlé. Já, þá höldum við hérna áfram. 8. liður, hann sérliður á dagskrá fundarins hér á eftir, númer 14, eins og samþykkt var í upphafi fundar. 9. liður, honum verður frestað. Og þá það 10. liður, Reykjahlíðarskóli, Þingeyjarsskóli og Stórutjarnaskóli ársskýrslur. Þarna voru ársskýrslur skólana vegna skóla ársins 24 til 25 lagðar fram og fræðslu- og velferðarnefnd þakkaði skólastjórum framlagðar skýrslur. 11. liður, heimahöfn, málþing byggðafestu ungs fólks. Fyrir nefndinni liggur uppfært kynningabréf frá Nýheimum, þekkingasetri varðar málþingið heimahöfn, byggðafesta ungs fólks á landsbyggðinni og þetta var lagt fram til kynningar. 12. dagskráliður, var ársskýrsla Barnaborgar og Krílabæjar. Hún var lagð fram fyrir árið 24 til 25. 13. liður, grunnskólar, starfsáætlun, lagð fram til kynningar, starfsáætlun Reykjahlíðarskóla, Stórutjarnaskóla og Þingeyjarsskóla fyrir skólaárið 2025 til 26. Og 14. liður, þar var lagð fram til kynningar, starfsáætlun leikskóladeilda Þingeyjarsskóla. Þetta það helsta úr fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar, en eins og ég tók fram hér í upphafi, að þá liðum númer 3, 4, 5 og 9 frestað og verða teknir fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar. Einhver sem vil taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki. Og þessi geta staðfest fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt samhljóða.
Nú þá erum komin að öðrum lið á dagskránni í dag og það fundargerð starfshóps eignastefnu sveitarfélagsins. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð þriðja fundar eignastefnu hópsins og það voru 2 mál þar á dagskrá og það voru leigu íbúðir sveitarfélagsins. Þar sem sagt verið að yfirfara húsaleigu og markmiðið að leitast við að samræma hana með sem bestum hætti og síðan kom til umræðu að íbúðir innan skólahúsnæðis í eigu sveitarfélagsins, þær eru ekki sér afmarkaðar og það var svona umræða það hvort að við ættum að fara í þá vinnu að láta skráðar og sérnúmer og áður en það kemur til sveitarstjórnar og þá fáum við kannski upplýsingar frá byggingafulltrúa kostnað og umfang. Þetta ekki eitthvað svona akút mál en væri óneitanlega þægilegt að hafa þessar íbúðir svona sér á fasteignanúmeri og með sínu fasteignamati í staðin fyrir að vera innan heildar skólahússins í fasteignamati og öðru. Og síðar liðurinn á dagskrá hópsins var sem sagt mögulegar sölur eigna og þar var rætt að fá verðmat á jörð í eigu sveitarfélagsins, þannig það kemur þá aftur til sveitarstjórnar þá til afgreiðslu hvort að sú jörð fer í sölu meðferð eða ekki. Nú þeir sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt samhljóða. Þriðji liður á dagskrá, það sviðsstjóri fjölskyldusviðs, tímabundin ráðning. Fyrir sveitarstjórn liggur að staðfesta tímabundna ráðningu Hjördísar Albertsdóttur í starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs, en samkvæmt bókun sveitarstjórnar á 62. fundi var sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs falið að leita tímabundinna lausna á meðan unnið yrði að ráðningu nýs sviðsstjóra. Samkvæmt drögum að ráðningarsamningi Hjördís ráðin í starf sviðsstjóra til 31. ágúst 2026. Hjördís hefur undanfarnar vikur gegnt starfi verkefnastjóra íþrótta, tómstunda og menningamála en hún var áður skólastjóri í Reykjahlíðarskóla. Hjördís með B.Ed.próf í grunnskólafræði og hefur jafnframt lagt stund á MLM-nám í forystu og stjórnun við Háskólann á Bifröst. Hún hafði mikla kennslureynslu ásamt reynslu á stjórnun á hinum ýmsu sviðum skóla samfélagsins. Einnig var hún varaformaður félags grunnskólakennara á árunum 2018 til 2021 og orðið laust. Ef einhver vill taka til máls og svo ekki. Oddviti leggur til eftirfarandi bókun og sveitarstjórn samþykkir að ráða Hjördísi Albertsdóttur í starfsviðsstjóra fjölskyldusviðs Þingeyjarsveitar tímabundið til 31. ágúst 2026 og býður hana velkomna til starfa. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 4. dagskrárliður umferðaröryggisáætlun Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að umferðaröryggisáætlun Þingeyjarsveitar sem unnin hefur verið af Eflu verkfræðistofu og sveitarstjórn fékk ítarlega kynningu á umferðaröryggisáætlun hér fyrir í dag. Svo orðið laust ef einhver vill taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Lögður fram til kynningar umferðaröryggisáætlun. Hún var kynnt fyrir okkur prýðilega og það sem að þetta veitir okkur í rauninni góð samantekt og yfirlit á stöðu á tíðni slysa og staðsetningum og fleiri tölulegar upplýsingar sem að við vonumst til að gagnist okkur við samtal okkar við vegagerðina og eins þá hluti sem snúa að okkur, hvort sem það varðandi öryggi gangandi á gatnamótum eða öryggi í akstursumferð. Þannig að bara byrjaðist að skýrsla og takk fyrir. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki.
Og þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun að gefa merki. Sveitarstjórn samþykkir umferðaröryggisáætlun Þingeyjarsveitar og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs að birta hana á heimasíðu sveitarfélagsins. Hún samþykkt samhljóða. 5 tillögur á dagskránni í dag, það skólanefnd framhaldsskólans á Laugum, tilnefningar. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá SSNE að tilnefna 4 aðila í skólanefnd framhaldsskólans á Laugum. Tilnefningarnar hafa áður verið samþykktar af sveitarstjórn í tölvupósti. Þannig að hér liggur það fyrir okkur í dag að staðfesta formlega eftirfarandi tilnefningar. Og þær eru Dagbjört Jónsdóttir, Guðrún María Valgeirsdóttir, Sigurður Narfi Rúnarsson og Pétur Bergmann Árnason. Og þeir sem geta staðfest þessar tilnefningar gefa merki. Samþykkt samhljóða. 7. liðurinn, það þurrkstöð, beiðni aukið hlutafé. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá stjórn GG 2023 varðar beiðni aukningu hlutafjár. Þingeyjarsveit á 12,76% í hlutafélaginu GG 2023 EHF í gegnum atvinnueflingu Þingeyjarsveitar. Óskað eftir að eigendur leggi fram alltaf 10 milljónir króna í aukið hlutafé sem varið verður til frekari uppbyggingar og þróunar þurrkstöðvarinnar. Og orðið laust. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætt sveitarstjórnar fólk. Þetta í raun og veru snýra verkefni þar sem verið að þurrka korn bændum til hagsbóta. Þannig að ég held að það sé bara ágætt að við styðjum við þetta. Við megum nú ekki gleyma því að við erum landbúnaðar hérað. Þannig að ég held að þetta sé bara, bara mjög gott framfaramál sem er gott að við sínum stuðning. Takk fyrir. Og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Mér langar bara að taka undir. Þetta metnaðarfullt og framsækið verkefni sem bara í rauninni frábært að sé að eiga sér stað hér. Þannig að gott mál. Og orðið laust. Og það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Með leyfi varaoddvita, þá vil ég bara taka undir með þeim báðum. Þetta verkefni sem fór af stað á síðasta ári. Þegar að tíðin var alveg afspyrnu slæm, þannig að síðasta ár var kannski ekki það besta í kornrækt. En þetta ár hefur gengið vel og kornrækt verið með eindæmum góð og gott útlit hjá þurrkstöðinni og bara mjög mikilvægt að þetta verði þróað áfram þannig að þá þetta bara gríðarleg breyting og mikil framþróun hjá bændum á svæðinu að geta þurrkað sitt korn sjálfur á svæðinu. Þannig að ég myndi taka mjög jákvætt, oddviti myndi taka jákvætt í þessa beiðni en ég myndi leggja til að sveitarstjórn samþykki að fresta ákvörðuninni til næsta fundar. Hann verður í lok september eða 24. september ef ég man rétt og það þarf að svara hlutafjáraukningu eða loforðum fyrir 1. október. Þannig við erum ennþá á innan tímarammans og þeir sem geta samþykkt að fresta ákvörðun hlutafjár fjárhæð vinsamlegast gefið merki. Orðið? Já, afsakið, Arnór hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, oddviti afsakaður. Ég ætla að fara í tæknilegan tillingaskít en málið ekki þannig vaxið að það raunar atvinnueflingi sem ætlar að auka hlutafé sitt þannig að hún raunar þarf að taka þessa ákvörðun en ekki sveitarstjórn. Sveitarstjórn hins vegar þarf að taka ákvörðun viðauka við fjárhagsáætlun að auka hlutafé sitt í atvinnueflingunni x margar krónur. Skiljiði mig. Þannig að við þyrftum að taka þá leiðina. Að sveitarstjórn
afgreiði framlagi til atvinnueflingar. Ok, takk. En nota bene, ég tek mjög jákvætt í erindi. Svona er þetta ómetanlegt að hafa reynsluboltana innan borðs. Og þetta er hárrétt sem Arnór segir, það er atvinnuefling Þingeyjarsveitar sem á hlutinn 12,76% í félaginu. Þannig að sveitarstjórn í rauninni vísar þá erindinu til stjórnar atvinnueflingar og síðan er það í okkar höndum, eins og Arnór segir, að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun ef að þörf krefur og það verður þá gert á næsta fundi. Þannig að þessi geta samþykkt að fresta ákvörðun, vinsamlega skefið merki. Já, það hefði kannski átt frekar að vera þeir sem samþykja að vísa erindinu til atvinnueflingar og þeir sem að myndu samþykja fá breytingu og það er samþykkt. Takk. Þá er það 7. liður á dagskránni í dag og það er styrkbeiðni frá félagi fósturforeldra. Fyrir sveitarstjórn liggur styrkbeiðni frá félagi fósturforeldra. Félagið hefur þann tilgang að bæta líf fósturbarna og fósturfjölskyldna en fóstur er úrræði barna verndar sveitarfélaga þegar önnur úrræði þrjóta. Félagið óskar eftir 50.000 króna fjárstuðningi fyrir árið 2026 til þess að þjónusta fósturforeldra og byggja áfram á nánu samstarfi við barnaverndar-þjónustu. Og orðið er laust. Knútur gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þakklæti til félags fósturforeldra. Þarna er fólk sem vinnur óeigingjarnt starf við að útbúa úrræði í samfélagi okkar. Svo má það deila hver skal standa kostnað eða styðja við en álítum kannski sem svo að félög sem að sinna þessari þjónustu eigi heima einhver liti inn í okkar ágæta kerfi en ég ætla bara aðeins svona kannski að ítrekka þakklæti til þeirra sem vinna óeigingjarnt starf samfélagi sín til hagsbóta og og til að komin fram að vísa erindinu til fjárhagsáætlunargerðar 2026 og ég get heils svo að tekja undir það. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Eins og Knútur nefndi þá er hér borin upp tillaga að vísa erindinu til fjárhagsáætlunargerðar sem er að hefjast og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Áttundi liður, það er fundadagatal sveitarfélagsins. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundadagatal sveitarstjórnar og fasta nefnda sveitarfélagsins vegna 2025 til 2026 og orðið er laust og það er engin sem kveður sér hljóðs með leyfi varoddvita þá er starfsfólki skrifstofunar færða þakkir fyrir að setja saman þetta fundadagatal, þetta er býsna, það þarf að mörgu að hyggja, vitum við. Ég veit að þetta er búið að fara fyrir formenn nefndanna og það hafa þá verið gerðar væntanlega þær breytingar sem að hefur þurft að gera ef einhverjar óskir það hafa komið fram. Þannig að lagt er til að sveitarstjórn samþykki framlagt fundadagatal og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 9. liður, lagt fram til kynningar boð á ársfund úrvinnslu sjóðs sem haldin verður föstudaginn 19. september næstkomandi klukkan 10 til 12 á Hótel Nordica og einnig í streymi. Einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki. Þetta erindi lagt fram til kynningar. 10. liður á dagskráni, það er sundlaug í Reykjahlíð. Eyþór Kári Ingólfsson óskar eftir að málefni sundlaugar í Reykjahlíð verði tekin á dagskrá sveitarstjórnar og oddviti gefur Eyþóri orðið, eða Haraldi fyrirgefðu. Gjörðu svo vel, Haraldur.
Já, oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Við ætluðum að leggja hérna fram mál sem að heitir Sundlaug Reykjahlíðar, sem að bókunin svona: sveitarstjórn samþykkir að hefja endurbyggingu sundlaugar í Reykjahlíð árið 2026 og í fjárhagsáætlun 2026 verði áætlað alltaf 150 milljónir í undirbúning, hönnun og framkvæmdir. Og ég er með smá greinagerð. Mikil fólksfjölgun hefur verið í Mývatnssveit síðustu ár og sundlaug hefur jákvæð áhrif á mannlíf og heilsueflandi samfélag. Sundlaug mun því bæta búsetugæði í Mývatnssveit og ferðamenn munu sækja sundlaugin eins og áður var. Störfum mun fjölga og sundlaug mun hafa mjög jákvæð áhrif á mannlífið. Takk. Já, Halli hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta mál hefur fengið þann framgang að það var skipuð sundlaugar nefnd og kynnti niðurstöðu sínar fyrir sveitarstjórn. Og það er alveg rétt að sundlaug er lífsgæði og sem á hverjum tíma er ákvörðun að taka, og mér langar samt að leggja fram eftirfarandi tillögu bókun. Að byggja sundlaug er ekki slæm hugmynd með tilliti til þeirra gæða sem hún hefur í för með sér fyrir þann hluta íbúa sem nýti sér það. Það er ekki umdeilt. Með vísan í gögn sundlaugarnefndar þá var áætlaður byggingarkostnaður sundlaugar í Reykjahlíð ríflega 400 milljónir og árlegur rekstrarkostnaður umfram tekjur samkvæmt útreikningum 32 milljónir. Og samkvæmt greiningu í fylgigögnum þá þarf árlegur ávinningur samfélags að vera kringum 46 milljónir til að verkið standi undir sér. Á sama tíma og fyrir séð er að brýn þörf er á að styðja verulega við veitur sveitarfélagsins og fjármagna umfangsmikil viðhaldsverkefni á næstu árum, þá er þetta ákvörðun sem myndi hafa verulega áhrif á rekstrarafkomu sveitarfélagsins og fjárhagslegan sveigjanleika. Meirihluti sveitarstjórnar telur því ekki rétt að hefja vinnu við undirbúning sundlaugarbyggingar í Reykjavík. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá eru hér komnar fram tvær tillögur. Það er sem sagt annars vegar tillaga frá minnihluta að áætla 150 milljónir sem svona undirbúning að þessu verkefni, sundlaug í Reykjahlíð, og við greiðum atkvæði þá tillögu. Ef ég má bara fá hana kannski á skjáinn, lesa hana aftur. Já, tillagan er svohljóðandi: sveitarstjórn samþykkir að hefja endurbyggingu sundlaugar í Reykjahlíð árið 2026. Í fjárhagsáætlun 2026 verði áætlað alltaf 150 milljónir í undirbúning, hönnun og framkvæmdir. Ég gleraugnalaus. Og þeir sem að geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem að geta hafna þessari bókun vinsamlegast gefið merki. Þessi tillaga er felld. Já, ég er afsakið, oddvita láðist að gefa merki. Þessi tillaga er felld með 6 atkvæðum gegn 3, Eyþórs, Haraldar og Halldórs, og henni var hafnað af meirihlutanum. Það er Gerður, Knútur, Guðrún, Úlla, Arnór og Árni Pétur. Síðan lagði Knútur fram tillögu sem að það nú ekki að lesa hana alla, heldur
Niðurlag hennar var að hann lagði sem sagt til að það væri ekki tímabært að fara í þessar framkvæmdir og þeir sem geta, má ég sjá aðeins kannski niðurlagið? Já, ákvörðun. Já, maður leggur til að vegna annarra viðhaldsverkefna sem eru mikil framundan sem að sveitarfélagi þarf að fjármagna á næstu árum, að þá er þetta ákvörðun sem að myndi hafa veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins og fjárhagslega sveigjanleika og meirihluti sveitarstjórnar telur því ekki rétt að hefja vinnu við undirbúningssundlaugar í Reykjavík og þeir sem geta tekið undir þessa bókun Knúts vinsamlega gefið merki og hún er samþykkt með 6 atkvæði meirihlutans. Það er Gerður, Knútur, Árni Pétur, Arnór, Úlla og Guðrún og þeir sem geta ekki samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki og henni er hafnað af minnihlutanum sem er Haraldur, Halldór og Eyþór. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 11, það er Bárðardalsvegur vestri. Eyþór Kári Ingólfsson óskar eftir að málefni Bárðardalsvegs verði sett á dagskrá sveitarstjórnar og orðið er laust. Eyþór, gerðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk, ég legg fram eftirfarandi tillögu að ályktun sem að sveitarstjórn myndi gefa frá sér. Svo hljóðandi. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar minnir á mikilvægi þess að hefja framkvæmdir við uppbyggingu og álagningu bundins slitlags á Bárðardalsveg vestri sem fyrst. Verkefnið er forgangsmál í samgöngustefnu SSNE og var í tillögu að samgönguáætlun fyrir 2024. Bárðardalsvegur vestri er annar 2 tengivega á Íslandi sem enn er malarvegur. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Árni Pétur, gerðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórnarfólk, ég vil bara taka undir með Eyþóri. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt mál og það er gott að við reynum eins og við getum. Auðvitað er búið að höggva í þetta, ég veit ekki hvað langan tíma, en það þýðir ekki að gefast upp og þetta drópinn hólar steinin og það er bara mjög mikilvægt að við sendum þessa áskorun frá okkur. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gerðu svo vel. Já, oddviti. Já, ég fagna þessari tillögu frá Eyþóri. Ég varð bara að taka til máls. Bárðardalsvegur vestari er búinn að fylgja mér í einhverja áratugi að verða og þetta er sagan endalaus og raunar alveg með ólíkindum hvernig ríkisvaldið hefur komið fram gagnvart þessari framkvæmd. En nú bind ég vonir við að verði byrjað að byggja brú yfir Öxará og fara í þessar 2-3 kilometra sem þeir eiga þá peninga afgangs í. Og þá er tækifæri fyrir okkur að hamra á þessu máli því að það er náttúrulega algjörlega galið að byrja á einhverju framkvæmda menn ætla svo ekki að klára hana. 1, 2 og 10. Það er mjög slæm fjárfesting að taka þennan smá stubb þarna nyrst í dalnum og byggja hann upp og halda svo ekki áfram. Þannig að þetta tengist við Sprengisandsveg og verði byggð í Bárðardal öllum til framdráttar. Þetta er mjög mikilvæg framkvæmd, þannig að við skulum endilega samþykkja þetta, fylgjast mjög vel með þegar samgönguáætlun verður lögð fram núna á þingi, seinna í haust og þrýsta á okkar þingmenn og alla sem við þekkjum á löggjafarsamkundinni að standa fast í lappina núna og gera þetta. Þeir eru hvort þeir búnir að leggja veginn fram hjá Hrafnagili. Já, Arnór hefur lokið máli sínu og Guðrún hefur beðið orðið, gerð svo vel. Já, oddviti og góðu fundarmenn.
mjög mikilvægt mál og ég held að kannski núna séu komin enn rök í þessu máli að það er verið að tala um orkuskipti og við eigum að keyra nota minna jarðefnaeldsneyti og meiri rafmagnsbíla og þessi vegir eru ekki færir fyrir rafmagnsbíla og ég er með fullt af gögnum þannig það er hægt að nýta þau hvenær sem er en þetta er orðið svo fáránlegt að árið 2025 séum við að berjast fyrir því að eiga færan veg og ég ætla bara að segja að því að ég bý við þessar aðstæður og helmingurinn af leiðinni til Akureyrar á þessum vegi að þetta er svo óskiljanlegt ef þú býrð ekki við malarveg. Það er svo óskiljanlegt að þurfa að pæla í þessu yfir höfuð vegna þess að meginþorri fólks þarf aldrei að hugsa svona mál. Þetta er nánast eins og að búa næstu rafmagnslaus eða netlaus eða alveg sama hvaða svona eðlileg lífsgæði sem við tölum í dag að ræða að þetta er algjörlega út í hött. Þannig að mér finnst mjög sárt til dæmis að eiginlega þurfa að vera á 36 tómmu breyttum bíl til að eiga möguleika á að hann sé ekki ónýtur og hann eyðilegst samt en hann eyðilegst bara aðeins hægar þannig að ég held að ríki ætti að gera í brók og reyna aðeins að hugsa svona þessar grunngerðir sem eru mjög nauðsynlegar. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Með leyfi vara oddvita, ég vil bara þakka þér Guðrún og fyrir þessa brýningu og þetta er bara algjörlega óskiljanlegt hvernig þetta mál hefur allt saman þvælst fram og aftur kerfið og peningarnir týnst og þar fram til göttunum. Við höfum óskað eftir því við Vatnajökulsþjóðgarð að þeir svona veit okkur liðsinni að þetta skiptir líka máli fyrir ferðamenn þó þetta sé náttúrulega fyrst og fremst íbúarnir sem að búa við þetta allt árið en þetta er líka bara svo mikið öryggisatriði, nú er umferð ferðamanna þarna þennan veg orðin bara alveg gríðarleg inn á Sprengisand, inn á hálendið, inn í Vatnajökulsþjóðgarð þannig að já, þetta er bara mál sem að bara getur ekki beðið mikið lengur og það er kjördæmavika núna bara held ég alveg á næstunni, gott að hún er ekki bara í næstu viku eða svo, eða þar næstu. Þannig að við tökum fagnandi á móti þingmönnum kjördæmisins og brýnum þá og ég held að við sveitarstjórnarfulltrúar sem að munum fara á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2. og 3. október ættum að fá að líta við hjá honum Eyjólfi eina ferðin enn. Þá er það sem sagt, ég held að það sé alveg ljóst að við tökum öll undir þessa bókun Eyþórs og þeir sem að geta tekið undir hana og samþykkt vinsamlega skefum og hún er samþykkt samhljóða. 12. liður á dagskránni er aðalskipulag 2023 til 2043. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar sem tilbúin er til auglýsingar. Og orðið er laust. Knútur. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk, það fór ekki svo ég kæmist ekki pontu til að tala um skipulagsmál. Þetta ferli er búið að taka talsverðan tíma frá því skipulags- og matslýsingar voru fyrir endurskoðun aðalskipulags í Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveit voru samþykktar til kynningar í ágúst 2020 og kynntar fyrir íbúum og hagsmunaaðilum á opnum fundum í október 2020. Síðan hefur náttúrulega ýmislegt skeið og sameiningar og ákveða að vinna þetta sem eitt nýtt skipulag. Við kynntum vinnslutillögu og það fengum við henni 119 athugasemdir og ábendingar sem nefndin fór og mat og beitti skipulagsvaldi sínum með heildarhagsmuni að leiðarljósi. Nefndin hefur í yfirferð sinni gert ýmsar breytingar sem koma munu fram í aðalskipulagstillögunni sem nú fer í formlega kynningu og þeim athugasemdum sem berast í þessum fasa verður svarað formlega og að lokinni þeirri yfirferð þá verður úr tillögunni samþykkt aðalskipulag. Því er rétt að hvetja fólk til að fylgjast vel með.
Nokkuð hefur borið á umræðu og reglulega flýtur upp að aðalskipulag sé mikið og vont verkfæri og óhaganlegt og hamli öllum góðum hlutum, en svo er ekki. Aðalskipulag er stefna sveitarstjórna á hverjum tíma landnotkun og þetta er verkfæri þeirra sem skipulagsmál fjalla og sem með skipulagsmál vinna. Meginþorri fólks verður lítið var við þetta, en skipulagsmál snúast meðal annars að því að tryggja aðkomu flestra þegar að eitthvað nýtt ber á góma. Ein af áleitnustu spurningum nefndarinnar í hverju skipti er: hvað ef allir gerðu svona? Samhliða auglýsingu eru fyrirhugaðar kynningarfundir þar sem farið verður yfir megin áherslur skipulagsins og aðgengi að gögnum þess, sem og leiðbeint hvernig athugasemdum er komið á framfæri. Þeir verða auglýstir með áberandi hætti nú á næstu dögum. Og ég vil bara nota tækifærið og þakka skipulagsnefnd fyrir heilmikið starf. Það voru fjölmargir aukafundir haldnir vegna þessa og svona sem dæmi þá fengum við kringum 119 athugasemdir við vinnslutillögunni og einhverja 80 athugasemdir á Skipulagsstofnun. En það gerir það verkum að þetta er bara orðið ágætis skjal, þó að séu til þessum svo með öllum mannanna verkum kannski engin alveg sammála því. En við horfum til þess í starfi nefndarinnar að sameina þær línur sem áður voru dregnar, enda landið voðalega svipað og við gerð síðustu aðalskipulaga. Nefndin hefur þó leyft sér að horfa opið til styrkingar núverandi byggðar með skipulagi á fleiri og minni íbúðarreitum og rýmri heimildum til íbúðarbygginga í tengslu við núverandi byggð. En að öðru leyti er það mat nefndarinnar að öll áform sem feli sér verulegar breytingar á ríkjandi landnotkun þurfi almennt meiri og almennari kynningar heldur en aðalskipulagsformið gefur til kynna. Þannig að mörgum mun kannski finnast þið hafa verið of hófsöm að því leyti. En ég minni á það að þetta er verkfæri og þetta er síbreytilegt, þrátt fyrir að eðlilega taki tíma að hagga því svolítið. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég fagna því að aðalskipulagið sé komið á þennan stað. Þetta er svona mjakast í rétta átt. Ég er ekki sammála öllu sem að stendur í aðalskipulaginu og eins og hefur komið fram áður á þessum fundum. Við erum ekki já, það er þarna atriði inni sem að ég kannski útlista ekkert endilega núna en sem að við erum ekkert sáttir við, en við samþykkjum hins vegar framgang málsins og samþykkjum það að þetta fari í auglýsingu. Já, Eyþór hefur lokið sínu máli, eru fleiri sem að vilja taka til máls. Þá með leyfi varaoddvita, þá vil ég bara ítreka þakkir sveitarstjórnar til handa skipulagsnefnd. Þetta hefur verið gríðarlega stórt verkefni, það fer ekki fram hjá neinum, enda var verið að sameina skipulag tveggja sveitarfélaga sem eru gjörólík að landfræðilega. Þannig að ég held að það sé, þau eiga virkilega skilið þakkir fyrir þessa vinnu alla saman og við fögnum því að verkefni sé komið á þennan stað. Nú þeir sem að geta samþykkt eftirfarandi bókun munum við svolítið gefa mér merki þegar hún hefur verið lesin upp. En sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir að leggja fram tillögu að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2023 til 2043 til auglýsingar og kynningar í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan sem er merkt mál nr. 881/2023 í skipulagsgátt verður auglýst í lögbirtingablaðinu, bændablaðinu, á heimasíðu sveitarfélagsins og aðgengilega á skrifstofu sveitarfélagsins á auglýsingatíma. Sveitarstjórn felur skipulagsráðgjafa að annast auglýsingu og kynningu skipulagstillögunar í samræmi við lög og reglur. Og þeir sem geta samþykkt vinsalegast gefið merki. Samþykkt samhljóða.
13. liður á dagskrá í dag, það er erindi til samstarf sveitafélaga vegna drónaverkefnis. Fyrir sveitastjórn liggur erindi frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra er varðar tilrauna verkefni embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra að taka upp fjarstýrða flugdróna til að auka viðbragð lögreglu þar sem löggæsla er ekki mönnuð allan sólarhringinn. Óskað eftir fjárframlagi 2,5 milljónum króna en einnig gæti fallið til kostnaður ef koma þá rafmagni og netsambandi utan fasteigna sem lögreglan hefur umráð yfir. Og orðið er laust. Eyþór, gjör svo vel. Oddviti, ég verð að viðurkenna að ég skil þetta verkefni ekki alveg. Ég skil ekki í hvaða tilfellum það er betra fyrir mig sem borgara að lögreglan sem er fljúandi dróna yfir mér í staðin fyrir ekki í staðin fyrir en ég skil ekki í hvaða tilfellum það er betra fyrir mig að það komi dróni á undan lögreglubílnum ef ég þarf á aðstoð lögreglu að halda. Ég get ekki samþykkt þetta verkefni án þess að skilja það betur og ég held að það væri gáfulegt ef við getum fengið kynningu á þessu verkefni. Það er örugglega einhver ástæða fyrir þessu en ég sé hann ekki og ég skil hann ekki og þess vegna held ég að það væri gott ef við gætum fengið frekari kynningu á þessu verkefni. Og Árni Pétur hefur óskað eftir að fá taka til máls, gjörðu svo vel. Já, oddviti, þá geta sveitastjórnar fólk. Og það nú einu sinni þannig að það er nú ríkisvaldið sem á að kosta löggæslu hér á Íslandi, ekki sveitafélögin. Og það getur vel verið þetta verkefni sé algjörlega frábært og auki öryggi okkar allra. En ég tek undir með Eyþóri að við þyrftum að fá einhvers konar kynningu á þessu þannig að við skiljum betur hvað er verið að tala og hvernig þetta gangast okkur. Þannig að það er náttúrulega 2 atriði sem að stinga mig aðeins í þessari beiðni fjárhagsaðstoð frá ríkinu. Það er það að bæði upphæðin, það er verið að sækja sömu upphæð eða óskætti sömu upphæð frá öllum sveitafélögum og það er nú kannski tæpast sanngjarnt þar sem að það er mismunandi fjárhagur sveitafélaga og mismunandi íbúðafjöldi. Svo er það náttúrulega að bara yfir höfuð að við séum að taka þátt í þessu nema þá að þetta sé gagnist okkur eitthvað algjörlega sérstaklega. Þannig að ég tek bara undir það að við ættum að fresta þessu og fá kynningu og láta viðkomandi aðila útskýra það fyrir okkur, akkur þetta er gott fyrir okkur. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Arnór, gjörðu svo vel. Oddviti, já ég tek undir með þeim félögum að ég skil þetta verkefni ekki mjög vel og ég skil eiginlega ekki hvernig hægt er að hugsa þannig að ef á að auka löggæslu á svæði þar sem engin löggæsla er og þar á leiðandi engin kostnaður ríkisins af löggæslu á því svæði að þá skulu sveitarfélögin greiða þá löggæslu. Þetta finnst mér algjörlega absúrt. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Hér hafa komið fram tillögur að fresta málinu og óska eftir að lögreglustjóri kynni það fyrir sveitastjórnar fulltrúum og þeir sem geta samþykkt það vinsalegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú 14. liður, það er rekstrar og fagleg úttekt á skólum. Á 28. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt. Fræðslu- og velferðarnefnd leggur til í sveitastjórn að gerð verði fagleg og rekstrarleg úttekt á skólum Þingeyjarsveitar. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ef ég man rétt að þá var þetta mál sem kom til umræðu í sveitastjórn þegar við vorum að afgreiða síðustu fjárhagsáætlun og það hefur fengið styrkur til þessa verkefnis frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga
Ástæðan fyrir því að sjóðurinn styrkir þetta er sú að þar er talið að þessi úttekt geti orðið módel eða blueprint eða teikning fyrir fleiri dreifbýl sveitarfélög það hvernig við hámörkum gæði faglegs starfs og nýtingu fjármagns í einni og sömu aðgerðinni, og það ber að leggja áherslu á það að við erum að tala hvernig við bestum gott starf sem þegar á sér stað í skólunum, sem vissulega kostar mikla umræðu, og það er mjög mikilvægt út af umræðinu sem hefur verið skólamál í samfélaginu undanfarnar vikur og mánuði, að við drögum það fram hér að við erum fyrst og fremst að fá þennan styrk til að gera þessa athugun á því hvernig nýtum við fjármagni sem best til að auka gæði góðs skólastarfs í sveitarfélaginu sem þegar er. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Með leyfi var Oddvita. Þá vil ég taka bara heilshugar undir með orðum Arnórs að þetta hefur komið til umræðu áður vegna þess að á þessu fyrsta kjörtímabilin í sveitarfélags þá óneitanlega erum við að endurskoða heildar og líka samlegðar áhrifin, hvað gerist þegar svona tvö sveitarfélög sameinast og hvernig getum við í rauninni rekið það sem best á sem skilvirkastan máta inn í framtíðina, og við erum búin að taka úttekt á veitum sveitarfélagsins sem að skilið okkur niðurstöðum sem munu hjálpa þessari sveitarstjórn og munu aðstoða að vera til staðar fyrir næstu sveitarstjórnir, og þetta er bara samskonar verkefni vegna þess að tekjur sveitarfélagsins, 50% af tekjum sveitarfélagsins fara til grunnskólana, þannig að það er eðlilegt og íbúar bara eiga kröfu til þess að við séum að nýta þessa peninga sem best. Erum ekki örugglega að fá eins mikið út úr þessum peningum og hægt er. Ef eitthvað er hægt að bæta, þá verður auðveldara að fara í það með þessa könnun eða skoðun sem stuðning. Og það kom einnig fram einmitt á fundi með jöfnunarsjóði sem kom hér í heimsókn til okkar á dögunum, að 50% af útgjöldum jöfnunarsjóðs fara til grunnskólana, þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt. Og eins og við heyrum allstað kallað eftir, ekki síst hjá ríkinu, við erum ekkert undanskilin, það þurfa allir að endurskoða bara öll sín verkefni reglulega vegna þess að samfélagin breytast og tímarnir breytast og mennirnir með, að þá er svo eðlilegt að endurskoða með nýrri tækni. Getum við gert eitthvað sem að viðheldur góðu og jafnvel bætir faglegt starf en kostar ekki meira, kostar jafnvel minna, þannig að allt þetta verður skoðað aftur og bak og áfram. Þannig að þess vegna eins og Arnór kom inn á að tekur jöfnunarsjóður sem sagt styrkir okkur, og við höfum fengið tilboð frá 2 aðilum, annars vegar í rekstrarúttektina og hins vegar í faglegu úttektina, og styrkur jöfnunarsjóðs mun dekka algjörlega þessa úttekt. Þannig það er mjög ánægulegt, þetta er ekki kostnaður fyrir sveitarfélagið. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þá mun lesa hér draugabókun. Sveitarstjórn samþykkir að gerð verði fagleg og rekstrarleg úttekt á skólum Þingeyjarsveitar, fyrirliggja tilboð frá miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri og frá HLH ráðgjöf ásamt styrk frá jöfnunarsjóði til verksins. Sveitarstjórn samþykkir að ganga til samninga við ofangreinda aðila. Þeir sem geta samþykkt að gefið merki, og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 16. lið. 15, afsakið. Og það er fjárhagsáætlun að vinna 2026. Fyrir sveitarstjórn liggur minnisblað sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs almennar forsendur til fjárhagsáætlunar vinnunar, og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki.
með leyfi varaoddvita. Það er kannski svona það helsta sem að við kannski fyrir svona helstu óvissu þættir, það er alltaf það sama, það er þróun verðbólgu og verðlags, en helstu verðbólgu spár eru svona frá 3,5–6% og yfir 4 upp í 4%. Þannig á því róli munu trúlega verðlagshækkanir verða í fjárhagsáætlun sveitarfélaga. Ákvörðun það verið tekin á næsta fundi okkar, þá tökum við fyrir forsendurnar. Ég átta mig ekki alveg á því hvort við náum gjaldskránum, ég hugsa að nei, þær koma náttúrulega síðar. Nú launin, og þar verður stuðst við meðaltal vísitölulauna fyrir árið 2026 og ásamt meðaltali hækkana þeirra félaga sem að standa að samningum við ríki og sveitarfélög, og það er 4,3%. Það er búið að gefa út spá útsvarsspá, var hún ekki komin fyrir já, það má reikna með að útsvarstekjurnar hækki um 66 milljónir. Þær voru sem sagt og verði 1210 milljónir á næsta ári. Já. Framlög á jöfnunarsjóði, það er ekki komin endalegt, við vitum það í rauninni aldrei fyrir alveg í loka ársins. Fasteignaskattur, hann var áætlaður 491 miljón fyrir þetta ár og tekjur hans eru nánast algjörlega á pari við áætlunina. Fasteignamatið, það hækkaði, sem er náttúrulega grunnur fyrir fasteignagjöldin, það hækkaði í Þingeyjarsveitum 11,8% núna á milli ára, þannig að miðað við óbreytta fasteignaskatts álagningarprósentu að þá ætti fasteignaskattstekjur næsta árs að verða 551 miljón. Þannig að eins og ég kom inn á, og þá er svona tillögur til fjárhagsáætlunar gerðar fyrir næsta ár væru þá 4,25% í launahækkanir, almennar gjaldskrár, þær verði hækkaðar 3,4%, nema þær gjaldskrár sem að svona lúta að barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum, að þær verði lækkaðar minna 2,5%. Nú, við erum í þeirri stöðu að það er ekki annað að ræða fyrir okkur en að fullnýta heimildir til útsvarsálagningar, og það er 14,97%. Og það má nú það sama segja að Þingeyjarsveit er enn í þeirri stöðu að það er ekki útlit fyrir að við getum lækkað fasteigna skattsprósentu á næstu árum, en nema með náttúrulega við þurfum að halda áfram að fjölga íbúum sveitarfélagsins og byggja fleiri hús. Þannig að það þarf ýmislegt að hjálpa stað þar. Þannig að þetta er svona það helsta sem kemur fram, og þetta minnisblað liggur fyrir, þannig að ég hvet sveitarstjórnarfulltrúa til þess að kynna sér það vel, og við sem sagt þetta verður fyrirferðar mikið hjá okkur í vinninu á næstu vikum. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þetta er lagt fyrir tilkynningar. Og þá er það næsti liður á dagskrá, það er einnig lagt fyrir sveitarstjórn til kynningar. Það er minnisblað fyrirkomulag kosninga, minnisblað frá sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs, og orðið er laust. Nóttu gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er prýðilegt minnisblað sem fjallar
fyrirkomulega kosninga. Við höfum nú farið aðeins, gerðum tilraun með að hafa 1 stað og svo höfum við aftur 2 staði og ég vil kannski bara beina því til, ég sá reynda fram á það að við myndum fara að sjá hreinlega rafrænar kosningar hlutlega og þetta myndi kannski vandamál myndi minnka eitthvað úr sögunni en eins og kemur fram í minnisblaðinu þá var þáttaka í utankjörstað atkvæðagreiðslum góð og fólk hefur ýmsar leiðir til að koma atkvæðum sínum á framfæri þannig ég hvet okkur bara til að halda áfram að þeirri leið að halda okkur bara við 1 stað og nota þá það sem sparast í að kaupa kleinum í kaffinu. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þetta minnisblað lagt hér fram til kynningar og við þökkum sviðsstjóra kærlega fyrir upplýsingarnar og það sama og sem á við hér og fyrra minnisblað að sveitarstjórnarfulltrúar eru hvattir til þess að kynna sér minnisblaðið þar sem að það liggur fyrir að taka síðan ákvörðun kosningastað og kosningafyrirkomulag. Nú, 17. liður á dagskrá, það er stjórn Norðurorku fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð til kynninga, það er 300. og 12. fundur stjórnar Norðurorku frá 27. ágúst 2025. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Þessi fundargerð lag hér með fram. 18. liður, það er fundargerðir frá sambandi íslenskra sveitafélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 983. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitafélaga frá 29. ágúst. Og einhver sem vil taka máls, til máls, afsakið? Svo ekki. Fundargerð hér með lögð fram. 19. liður, samtök orkusveitafélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 87. fundar stjórnar samtaka orkusveitafélaga frá 20. júní 2025. Einhver sem vil taka til máls? Knútur gerði svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk, þetta er svo búið að ganga svo skafið, ég þarf aðeins að lengja þetta. Þetta er síðasti liðurinn. Þetta var hinn ágætasti fundur, 87. fundur samtaka orkusveitafélaga. Það sem kannski, þau hafa stjórnsamtakan hefur svolítið verið í því að bíða eftir viðbrögðum við vinnu undanfarinna ára og hvernig þau hafa hvernig þeim muni reiða af í lífinu, þar að segja fasteignamat á orkumannvirki, niðurfelling á undanþágu og svo sáum við fyrir okkur að næsta skref yrði að beita sér fyrir breytingu á lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. En svo þegar ég var að lesa þingmálaskrána í gærkvöldi þá eru bæði þessi mál komið þar inn. Þannig að það er svona spurning hvort það verður ekki bara rólegt hjá stjórninni meðan að skýrist hvernig þetta fer því að frumvarp til laga breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga verður ekki tekið fyrir í febrúar. En svo aftur umhverfis, orku og loftslagsráðherra með alltaf að taka fyrir núna í nóvember breytingu á lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. Þetta er bara jákvæð þróun og þó að ég hef ekki verið stutt í þessu þá skynja ég það að verið minni þarna það er búið að skakka þessu máli býsna lengi og þá er sérstaklega gaman að sjá fyrir endan á því. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð samtakas orkusveitafélaga? Svo ekki og fundargerðin hér með lögð fram til kynningar og þetta var síðasti liðurinn á dagskrá hjá okkur í dag og klukkan 14:05 og fundið slitið.